Þetta lítur náttúrulega að vera bara gott eftir hræðilegan fyrirháleik. Já, þetta bara, það leit ekki vel út þannig í fyrirleik, svo náðum við bara í hálfleik einhvern veginn að stilla okkur saman. Kári tók Karlsson svolítið á okkur og þetta er bara allt annað leikur seinna hjá okkur. Hvað varum að vera í fyrirháleik? Við mætum bara ekki til leiks og við erum svolítið, þetta er eiginlega svolítið það sama og var að gerast hjá okkur í leiknum á laugardaginn og við byrjum bara eins og við endum hann fannst mér en svo náum við þegar við komum allar að fullum krafti og erum að gera þetta saman og leggja okkur allar fram í þetta þá getum við verið svona góðar þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að byggja á. Ég spurði Kára að því hvort hann hefði verið reiður í klefanum hann svona gaf ekkert mikið út á það en var hann reiður? Já, ég meina þetta er bara það sem þurfti til þess að koma okkur í gang held ég að það þarf stundum bara að fá leikmenn til þess að vakna og koma bara, við vorum bara ekki mættar og þá þarf bara að stilla ykkur saman í hálfleik og það var alveg aðeins reyður. En maður kannast nú samt við ykkur svona í seinni hálfleikum bara vörnin small og þið voru að nýta færin mun betur og svona, alltaf. Já, bara fór hraðaglaup og þetta var svona allt inn fóru hlutir að ganga upp sem hafi ekki verið að ganga upp hjá okkur. Og eins og segir, þetta sýnir líka bara að þegar við mætum ekki til leiks þá sjáum við alveg hvernig við getum verið en svo sjáum við líka þegar við erum allar á 100% hvernig við getum verið þannig að það er eitthvað sem við þurfum bara að byggja á. Er þetta að skrifa þetta á þreytu eftir náttúrulega bara erfiða og stranga bikarhelgi? Já, ég veit ekki, við erum nú samt með það breiðan hópa, við eigum ekki að nota það sem einhverja afsökun, við erum að spila á mörgum stelpum og það kemur alltaf maður að það er eitthvað amar að þannig að nei, ég vil ekki minna það, þetta sé bara andlegt sko. Takk fyrir það. Takk.